Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, herðu, nú ætlum við að tala aðeins innflytjendamál og tilefni það að Árni Þór Þórsson, sem prestur innflytjenda, skrifaði grein á Vísi, hét múslimahjörðin, greinin. Herðu, þetta náttúrulega málefni sem eru mikið rædd í samfélaginu, á alls konar sjónhornum og kannski að meiri hita heldur en flest annað. Já. Hvað fekk þið til þess að stinga niður penna eins og sagt? Sko, nú ég búinn að vera prestur innflytjenda í 1 ár og fengið þessi málefni svolítið beint í æð. Já. Og flestir þeirra sem sækja kirkju hjá okkur í alþjóðlega söfnuðinum í Breiðholtskirkju, þeir eru af erlendum upprunum alltaf og eru frá Miðausturlöndum. Þannig ég hef fengið að kynnast þeirra reynslu af þeirra upplifunum og reynslusögum. Og mér hefur lengi langað að skoða tölfræðina á bakvið hversu margir eru hér á landi, af því að eins og umræðan eins og segir. Margir af þessast fólki frá Miðausturlöndum? Já, akkurat. Þannig þér finnst umræðan svona að vera hiti í kringu það? Já, mér finnst það. Ég fór að skoða umræðina, fór að skoða margar greinar, fór að skoða hvað fólk er að segja, líka bara fólk sem er að tala sjálfu við í starfinu. Að, jú, vissulega er ótti við þann straum innflytjenda og flóttafólks sem kemur hingað til landsins. En orðræðan fer alltaf einhvern veginn í átt að Miðausturlöndum og að sérstaklega að fólki sem aðhyllist íslam. Og já, það hefur verið mikil svona, ég hef skynjað mikinn ótta þar og mér langaði að skrifa þessa grein bara til að skoða þennan ótta og hvort hann eigi marka á sér, hvort hann eigi rétt á sér og líka bara skoða tölfræðina á bakvið það hversu margir frá Miðausturlöndum búa hér á Íslandi. Og þú komst að hverju? Ég komst að því að það eru margir innflytjendur á Íslandi. Það eru 70.000 manns, næstu 20% af þjóðinni. Og þess vegna er rosalega mikilvægt fyrir þjóðkirkjuna sem þjóðkirkju að sinna þessum hóp. Og eru við 2 prestar innflytjenda og reynum okkar best að taka móti þessu fólki sem kemur með sín áföll og með sína reynslu til okkar. Og ég komst að því að það er oft sett 2 hópa saman, innflytjendur og flóttafólk. Flóttafólk er í miklum minnihluta af erlendum ríkisborgurum í Íslandi. 6.300 manns eða eitthvað svoleiðis. Og það er ekki mikið að mínu mati. Og stærstu hóparnir þar er fólk frá Úkraínu? Já, nákvæmlega, af augljósum ástæðum. Og núna árið 2025 voru tæplega 1000 manns veitt vernd á Íslandi og 880 manns af þeim fengu tímabundna vernd frá sem sagt út af stríðinu í Úkraínu. Það voru fólk frá Úkraínu. En aðeins 177 manns sem fengu vernd hér á Íslandi sem er annars staðar frá sem er ekki mikill fjöldi. Ekki mikill í ljósi ástandsins á Gaza til dæmis? Nei, nákvæmlega. Og það eru víðar sem eru hörmulegt ástand? Já. Og fólk er vissulega snýst þetta ekki bara um islam eða múslima eða Miðausturlönd. Þetta fólk er að ræðast hérna að innflytjendur verði fleiri en Íslendingar og við þurfum að varðveita tungumálið og vernda kristingildi og standa vörð íslensk og þjóðuleg gildi og þessi umræða kannski er kannski svo litið smituð af hérna umræðinni sem á sér stað í Bandaríkjunum til dæmis. Það sem eru hugmyndir að hvítir verði í minnihluta. Já. Ég leik mér að því daginn að taka saman hérna flokkunin sem að þar er
Já. Þar eru 56% hvítir samkvæmt skilgreiningu Hagstofunnar í Bandaríkjunum. Okay. Það sem á að vera í næsta manntali af því að þá er þeir að taka í burtu fólk frá Miðausturlöndum sem hinga til að vera flokkað sem hvít í þeirra flokkun. Þá tók ég það vera 56% í Bandaríkjunum sem myndu falla undir að vera hvítir en það er 97% í Íslandi. Já. Það er svolítið fyndið að við séum í alvörunni að taka upp þessar hugmyndir hér. Já. Það er bara, ef við skoðum tölunar, þá er mikill minnihluti á Íslandi sem eru ekki hvítir og sem eru sérstaklega frá Miðausturlöndum. Ég held að ég hafi talað að það hafi verið 1,4% af allri þjóðinni séu frá einmitt þessum 42 löndum sem ég nefndi hér og flestir eru frá Sýrlandi 866 manns, það náðu ekki einu sinni 1000 manns. Og hlutfallslega miklu færri frá Sýrlandi hér heldur en til dæmis í Svíþjóð, ég held ég hafi dundað með það líka, að segja að það veri sambreytt hlutfall Sýrlendinga á Íslandi og eru í Svíþjóð, að þá væru þeir held í 5.800 en ekki 800. Akkurat. Þannig að einhver hluta vegna þá höfum við tekið á móti mun færri flóttamönnum frá þessum svæðum heldur en næstu nágrannlönd. Í rauninni, já. Og þetta eru ekkit allt endilega múslimar sem eru hingað að koma til landsins og ég vil nefni það vissulega í greininni að ég er ekki að telja með múslima sem koma frá Austur-Evrópu eða frá annar stað frá. Það kom slatti af fólki frá Bosníu á sínum tíma. Já, nákvæmlega og þannig að ég er bara að tala þessi lönd þar sem íslam eða múslimar eru í meiri hluta og ég að ganni mínu setti í greinina af því að ég vildi fá einhverjar tölur á hvernig á hversu margir múslimar var í Íslandi og skoðaði bara tölur frá Hagstofu hvaða félög væru íslamsk og það voru 3 trúfélög og þessi tala náði ekki 2000 manns en ég gerir mig vissulega grein fyrir því að það eru eflaust einhverjir sem eru ekki skráðir í þessi trúfélög og talan er því væntanlega mun hærri en það en ekkert held ég mikið hærri samt, eða ekkert svona miða við þann fjölda. Þannig þið viltu umræðan vera svolítið úr korti miða við þetta? Já, ég held að sé, en ég vil samt ekki ég vil ekki gera lítið úr þeim ótta sem fólk hefur. Og núna var hópur fólk sem kom saman í fyrra sem kallaði sig Ísland þvert á flokka. Sem, og þau eru með Facebook síðu og þau eru með sína miðla og þar var vídeo þar sem ég hlustaði á og mér langaði til þess að bara hlusta á þeirra áhyggjur og svona ég vil heldur ekki dæma þau frekar en annað fólk, vil bara skapa umræðu og hafa mér finnst hollt Þinn Guð bannar þeir eiginlega dæma annað fólk. Já. Ég myndi segja bara að ég vil skapa umræði og opna hana og ég vil ekki að það sé þannig að það megi aldrei ræða hlutina og þar var einmitt ýmislegt rætt. Það var rætt að Ísland er að frekar að sjá útlendinga heldur en Íslendinga og það er rætt að hvað hælisleitendur kosta mikið fyrir ríkið og alls konar áhyggjur. Það þarf að varðveita tungumálið enn og aftur sem ég tel að sé alveg hárrétt. Við verðum að varðveita okkar tungumál og kenna og leyfa innflytjendum og flótta fólki að fá tækifæri til þess að læra það og aðlagast íslensku samfélagi. En ertu sammála þeirri hugmyndum að það sem er að grafa undan tungumálun okkar séu innflytjendur? Af því að málfræðingarnir eru fæstir þeim megin, þeir eru frekar á því að við séum eiginlega sogast inn í bandarískan menningarheim og börnin okkar eru orðin tvítyngd og það sé miklu meiri áhrif þaðan heldur en að þú segir takk fyrir út í bakari á einhverju öðru tungumál á íslensku. Ég myndi ekki segja það, ég sé eitthvað sammála því en alls ekki Ég er frekar á því að við eigum bara að leyfa innflytjendum og flóttafólki að fá tækifæri til að læra íslensku. Það er svo miklu betra fyrir það fólk að komast þannig inn í íslenskt samfélag og við getum staðið okkur miklu betur í því. Já, við getum staðið okkur miklu betur í því og
það eru alls konar leiðir sem hafa verið rættar til þess og að við séum ekki of dómhörð á fólk sem talar ekki alveg fullkomna íslensku, að við skiptum ekki bara yfir í ensku strax. Það svona út frá mínu starfi bara ég reyni alltaf að tala íslensku við alla sem eru þar og fólkið okkar í alþjóðlega söfnunum reynir að læra íslensku og tala íslensku og síðan hlægðu þau að mér fyrir að reyna að tala arabísku eða persnesku. Það svo gengur. Þú sagðir áðan að það er svolítið stemming í kringum til dæmis Ísland þvert á flokka og sumuleyti þá sem eru svolítið harðir í innflytjendamálum að þú nefndir áðan sko kristin gildi. Já. Sko það er svolítið erfitt með Krist að hann eiginlega segir okkur að taka vel á móti flóttafólki. Þeir sem eru harðastir á því eru ofta, eins og sagt var í ljóðinu, að nugga sér upp fyrir Krist. Hvað, þetta er svolítið erfitt fyrir kirkjuna að... Já, við þurfum ég hef heyrt þetta oft áður, við þurfum að standa vörðum kristin gildi og þetta er það sem ég að tala í greininni, er að þessi ótti, hann skiptur okkur svolítið fylkingar, hann skiptur okkur svolítið, það eru kristnir versus islam, það eru íslendingar versus útlendingar, það eru vestræn gildi versus miðausturlensk gildi og þetta er ekki gott sko. Ég held að sé alltaf varhugavert og ekki sniðugt að treysta óttanum sem kyndir undir þessar umræður og vissulega við lítum á Biblíuna að þá er Gamla testamentið til dæmis mjög leggur mikla áherslu á að sýna útlendingnum mikinn kærleik, taka hann að sér og þegar Kristur segir við lærisveina sína að boða orðið að þá segir hann að þeir eiga að fara inn á heimili og fólki sem tekur ekki við þeim skuluði bara dusta rykið af fótum sínum og halda bara áfram og það er mikil áhersla lögð á þetta að taka við fólki og ég nefndi í greininni að ef það væri ekki fyrir útlendinga að þá væri kristin trú ekki hér, ekki á Íslandi. Kristin trú er eins erfitt og það er fyrir fólk að heyra það, þá eru kristin gildi upphaflega frá Miðausturlöndum og Palestínu frá þessum slóðum, Palestínu, Ísrael og Jesús er þaðan. En ef ég myndi spyrja þig, hvað eru kristin gildi? Kristin gildi eru að virða mannesku, taka á móti henni. Kristin gildi eru að sem svona mannhelgi, að allir séu heilagir. Þú veist, ekki allir séu eitthvað heilagir eða ósnertanlegir, alls ekki. Þú að horfa á allar manneskjur eins. Já. Að virða manneskjur og fyrirgefningin er náttúrulega stór hluti af kristnum gildum að við erum öll mannleg og við munum öll gera mistök og við erum öll brisk og það er ekkit það er engin fullkomin. Og við þykjum fyrirgefninguna frá Guði, ekki frá hvort öðru eða eitthvað. Frá Guði, en við eigum líka að geta fyrirgefið hvort öðru að sjálfsögðu. En það er ef að þú þykkur þína fyrirgefningur frá Guði, þannig ég hef eiginlega ekkert þessum á ég kannski ekki að vera að dæma þig eitthvað stað þar. En ég er að spyrja þessu, því mér langaði að spyrja þig síðan, hvað heldur að séu gildi Íslam? Það er nefnilega ef þú værir múslim og ég myndi spyrja þessu, hverju myndir þú svara því? Það er nefnilega erfitt fyrir mig að svara því sem er ekki sérfræðingur múslima eða Íslam En líklega myndir þú svara þessu bara alveg eins? Já, ef ég skal svara þessu svona að ef einhver myndi dæma kristnatrú fyrir að byggt á einhverjum fordómum sem einhverjir kristnir kunna hafa eða byggt á einhverjum glæpum sem einhverjir kristnir kunna hafa framið, hvort sem það eru skotárásir eða morð eða eitthvað í nafni Guðs og í nafni Jesú Krists og segja að þetta eru kristin gildi, þetta er kristin trú, sjáuði, þetta er kristin trú, þá myndi ég segja nei. Þá myndi ég segja nei að eru engin gildi frá, það er mín einlæg trú að það eru ekkert sem er slæmt sem kemur frá Jesú Kristi en
við erum samt ófullkomin og kunnum að gera eitthvað slæmt í nafni hans og ég held að múslimar margir hverjir upplifu það svolítið það sama að það eru þessi dæmigerðu gildi sem hafa verið nefnd, heiðursmorð eða kvenfyrirlitning eða ekkert trúfrelsi sem fólk er að óttast og að þessi slæmu einkenni séu svolítið notuð til að dæma heila menningu og dæma öll trúarbrögð islam sem eru náttúrulega fjölbreytileg trúarbrögð, það eru margar deildir innan islam. Og eru kannski svipmót samfélaga sem má allt eins rekja bara til þjóðishyggju viðkomandi svæðis heldur en trúar þeirra. En ég vil samt ekki, eins og ég sagði áðan, gera lítið úr þeim ótta sem fólk hefur. Auðvitað vill enginn fá mann hingað sem fremur heiðursmorð. Það vill enginn. Það vill enginn fá hvort sem hann er frá Miðausturlöndum eða frá Bandaríkjunum eða það vill enginn fá mann sem leyfir ekki konunni sinna að fara út úr húsi eða eitthvað svoleiðis. Þetta eru bara mannréttindabrot sem við eigum ekki að líða fyrir og það er ekki kristin gildi að umbera mannréttindabrot, hvort sem þau koma frá íslamskum samfélögum eða fjölskyldum eða hvort sem þau koma frá kristnum fjölskyldum. Það er alveg mín skoðun að við eigum að standa vörðum að hafa hér gott siðferðislegt samfélag sem byggir á. Sína umburðarlyndin ekki sína umburðarlyndi gagvart glæpum eða kúun. Ég og Tósiki Tóma einmitt erum ofta að nefna að það er oft sett samansemmerki í umræðinu og finnst okkur innflytjendur eru glæpamenn. Oft talað þannig. Ef það er eitthvað sem gerist í útlöndum til dæmis, eitthvað hræðilegt, einhver maður fremur morð eða gerir einhvern hræðilegan hlut, að þá er oft sett á bakvið þessi maður er frá Afganistan, þessi maður er frá Íran. En síðan ef Charlie Kirk er myrtur í Bandaríkjunum, þá er ekki sagt þessi maður er hvítur, þessi maður er Bandaríkjamaður, við skulum óttast. Menn er nú svolítið að leika sér það í Bandaríkjunum að segja að hann hafi verið í sambandi við transkonu. Já. Menn er reyna að koma sér yfir á einhvern hóp, þannig að þetta sé ekki einstaklingur sem að fremur glæpinn, heldur sé glæpurinn merki siðferðislega hnignun viðkomandi hóps eða... Ég veit nú ekkert það, en Charlie Kirk er til dæmis dæmi mann sem er kristinn og hann mætti alltaf með Biblíu. Og mætti með Biblíu og virtist vera mjög fróður mörg málefni en við vorum ekki sammála alla hluti. Ég hlusta svolítið á hann og hann var ofta að vitna í Biblíuna, mér finnst að vera svolítið mér finnst að það sem tekur eitthvað atriði í Biblíunu og ég sem er bara svona sæmilega biblíufróður gæti nefnt 3 atriði í Biblíunu sem stangast á við viðkomandi. En hann kynnir það sem sönnun þess sem hann er að segja. Sem að mér finnst mjög undarlega notkun á Biblíu. Þetta er bara það sem fólk gerir oft. Það notar Biblíuna sér í hag og velur ákveðin vers. Herðu, þú sagðir að þú værir fyrir með söfnuð, kristisöfnuð, og þú sagðir að það væri mikið fólk frá Miðausturlöndum. Já. Er það mikið af kristnu fólki sem getur ykkar? Já, þetta er einmitt spurningi sem ég fæ oft. Ég segi, við erum með flest fólk frá Miðausturlöndum og fólk segir alltaf, er þetta þá kristið fólk? Og ég segi alltaf já, það er að mæta í kirkju, og það er að hlusta okkur. En þetta getur verið kannski að meirihluta fólk sem er alveg upp í Íslam? Já. Þetta eru sem sagt fæddir múslimar eða born muslim á ensku. En af hverju eru þeir að koma til ykkar? Þeir eru að flýja sitt land og eru flestir að flýja land vegna ofsókna, vegna þess að þeir eru kristnir, vegna þess að þeir vilja trúfrelsi, þeir vilja að mannréttindi þeirra varðandi trú sína séu virt. Og það er þannig að mér er sagt og það sem er í þessari grein margt af því sem þegar ég tala öfgakend trúarbrögð islami til dæmis sem birtist hjá klerkastjórninni í Íran eða hjá Talibanum að það er margt af því sem ég segi kemur bara beint frá fólkinu sem ég tala við. Þetta er fólk sem er brennt af sinni reynslu af islam og af þessum íslamsku stjórnvöldum nánar tiltekið og þau
segja mér hræðilegar reynslusögur og margar þeirra get ég ekki sagt upphátt sko. Þau hafa tekið trú heima. Já. Þú ert ekki að snúa þeim. Nei, þetta sem sagt fólk sem kemur til okkar af því það áhugasamt kristni. Margir frá Íran segja mér að kristni var einu sinni bara mjög stór þar í landi áður en hvað var það 1979 þegar klerkastjórnin tekur völd og hérna og núna ástandið þannig að þau segja mér að þau hafa oft sagt mér sko, við höfum átt skemmtilega samræður og ég hef spurt þau hvort að ég ætti að heimsækja Íran einhvern tímann og þá segju þau það var í allt í lagi fyrir mig að vera kristinn í Íran, það ekkert mál, ég hvítur maður frá Evrópu og það ekkert mál en ef þú ert fæddur í Íran, fæddur múslimi að þá það refsivert með dauða að skipta trú og það mjög slæmt og þau já, mörg hver þurfti að vera með svona húskirkjur bara samkomur inn á heimilum eins og var hérna í fornöld í Rómaveldi þegar kristnir voru ásóttir þar mér finnst ansi merkilegt að þetta að raunveruleiki kristin fólks í Íran á einhverju leyti sá sami og kristins fólks í fornöldi í Róm að það ofsótt fyrir trú sína. Ég talaði hérna við fólk frá Fíladelfíu fyrir, ég man ekki hvað, kannski 1,5 ári reyndar. Þá kom mér óvart að þar var mikið af fólki frá Venezuela því að maður náttúrulega fordómar eru byggðir á aðferð mannsins til þess að hugsa í einföldunum. Maður dettur oft í gryfju með að hugsa á einfalt. Já. Og þar var náttúrulega, maður hélt að þarna væru bara rómversk kaþólikar. En það bara alls ekki þannig. Nei, nákvæmlega. En náttúrulega flestir frá Suður-Ameríku eru náttúrulega... Eru þar, en það á ekkert við alla, sko. En það á ekkert við alla. Það getur verið að þessi 80% af fólki sem með einhverjum hætti, það alltaf 20% eftir sem ekki. Já, einmitt, sko. Það verður svolítið blindur á það alltaf. Akkurat eins og hjá okkur eru flestir frá Miðausturlöndum en ekki margir til dæmis frá Pólandi eða... Þeir fara í Kaþólskukirkjuna. Sem að ég labba stundum framjá, þeir hljóta að fara að byggja bara, því að það hópur sem kemur þetta út og ég held að séu stundum með 4 messur í röð eða eitthvað sko. Þetta mjög metnaðfullt og flott hjá þeim. Ja, alveg svakaleg degla sem að þar og þar en svo náttúrulega réttrúnaða kirkjan en hún náttúrulega tvískipt þannig kemur náttúrulega fólk frá Úkraínu sem að þar rússneska réttrúnaða kirkjan bönnuð þar í dag. Akkurat, þetta bara svona fólk að leita að Guði allstaðar. Herðu, hvenær hvað búin að vera lengi sem prestur innflytjenda? Í 1 ár. Já, það fyrsta brauðið þitt? Nei, það sem sagt, ég var vígður 2022 til Víkur í Mýrdal. Það nú aldeilis innflytjenda samfélag. Nákvæmlega. Þar var ég í 2 ár og þar var einmitt 60% af samfélaginu þar voru innflytjendur. Langflestir frá Pólandi eða Austur-Evrópu og sem líta á þín kristni sem hálfgert útþynnt svolítið. Já, það má ræða það en þau allavega voru alltaf kurteis við mig og komu fram við mig að mikilli virðingu en þau héldu við sína kaþólsku trú. Það bara svoleiðis að það erfitt að skipta. En til þess á svona stað, þá kirkjan ekki opin fyrir öðrum trúfélögum eða ef ég væri kaþóliki í Vík í Mýrdal og vildi skýra barnið mitt, fæ ég ekki lánaða kirkjuna til þess að gera það? Að sjálfsögðu. En baða það? Já, það var til dæmis, það voru kaþólskar messur í Vík í Mýrdal. Þá kom bara prestur frá kaþólsku kirkjunni. Í kirkjunni okkar og það var bara Guð velkomið svo lengi sem það eru kristin athöfn og kristin trúarbrögð, kristin boðskapur. Þá það allt í góðu. Já. Og það eru til, kom hingað eins og maður sem ég mann því miður ekki hvað heitir sem múslimi og að starfa í því að búa til svona samtala milli kristna og múslima. Já, einmitt. Að vinna í Hafnarfirði og víðar. Þetta Horizon eða? Já, einmitt. Já, Horizon. Já. Við fórum einmitt á
ráðstefnu sem sagt í Vítalinskirkju fyrir ekki svo lengur, það sem var einmitt samtal milli trúarbræðana svolítið, kristni og íslam og það fekk harða gagnrýni man ég á samfélagsmiðlum allavega. Ég man að það voru margar athugasemdir ekki jákvæðar því en þetta það sem við viljum opna umræðina og við viljum bara vita meira til dæmis Íslam og múslima á Íslandi og ég man að þarna voru hjón einmitt, þú ert væntanlega að tala sama mann og ég, hann kom þarna mjög almennilegur og þau töluðu einmitt sína reynslu af því að vera múslimar, þau eru frá Tyrklandi minni mig og þau sögðust vera svona meira vestræn og liberal og einmitt höldu einmitt þessi gildi sem eru alltaf eignuð Íslam og Miðausturlöndum, þessi kvenfyrirlitning og heiðursmorð og allt þetta, að það sé ekki hluti, að þau vilja ekki meina það. Sem hluti af menningu viðkomandi svæða sem hafa tekið upp íslenska trú. Já, en eins og ef við förum aftur í tölfræðina, finnst mér bara mjög áhugavert að sjá sko með við þá orðræði að þetta þess að kalla í greinina múslima hjörðin að taka yfir Ísland fyrir ekki það. Og það nota svona orðfæri í Íslands verðstofnflokka. Já, einmitt, múslima hjörðin, þetta svona, það eitthvað bak við þetta eins og það séu tugir þúsunda að koma hingað og taka yfir Ísland og að við verðum bara íslamskt ríki og eitthvað svoleiðis, það eitthvað svona ótti við það en tölunar tala sínu máli. En það að þú ert að tala þetta, þá var til dæmis eitt plakat sem að fór víðast eða mynd í baráttunni fyrir Brexit var mynd af svona múslimum að labba yfir hæð og átt að gefa til kynna að Tyrkirnir væri að koma út af þessum við að fara út úr Evrópusambandinu sem að meikaði aldrei neitt sens, að Tyrkir ekki í Evrópusambandinu. En þetta var talið verið eitt áhrifamesta myndin, að svona þessu hugmynd. Já. Og það náttúrulega eitthvað sem við búum með í samfélaginu okkar og með einhver leyti hefur kirkjan kynnt undir það í gegnum aldirnar. Eitthvað þessi stjórnlausi ótti við þurfum bara að passa okkur að alhæfa ekki, að vera ekki að kynda undir ótta, að Jesús ekki í óttanum og eins og ég vitna hér í Biblíuna, það engin elska í óttanum, það engin kærleikur. Skiptur okkur bara í fylkingar og lætur okkur fá fyrirfram gefnar hugmyndir fólk og ég meina það vildi svo skemmtilega til að stuttu eftir að ég skrifaði þessa grein þá kom til okkar maður í viðtal frá Asíu og frá Miðausturlöndum og hann talaði fullkomna íslensku eins og bara Íslandingur og mér fannst bara eins og allir veggir brotnuð þá bara niður, þú veist, milli mín og hans og þú veist, að því maður alltaf að mæta sjálfum sér líka, það eru alltaf einhverjir innbyggðir fordómar í sjálfum manni og þegar maður að mæta fólki og hann talaði fullkomna íslensku, þá bara fannst mér eins og var ég ekkert að spá í frá hvaða land hann væri eða hverjar trúar hann væri eða við sjáum þannig að tungumálið gríðarlega mikilvægt. Það líka gríðarlegur þröskuldur. Ef hann talar ekki fullkomna íslensku þá ertu með hann í einhverju sér boxi Já, sem náttúrulega byggt á eigin fordómum. Þetta það sem ég að tala okkar eigin fordómum og við erum öll með þetta. Við eigum það til og við erum öll að berjast við okkur sjálf. Það engum tekist að alast upp í okkar samfélagi án þess að vera fullur af fordómum. Það bara, þú bara getur séð hverju vondu kallinn í bíó og svona sem bara haldið að okkur frá því við erum bara börn. Það verið að kenna okkur og skilirð okkur til þess að bera óttak eitthvað tilteknu fólki. Já, við erum þurfum alltaf að mæta okkur sjálfum og passa að setja ekki fólk í box og fyrir mér fyrir mér kristin trú hún þannig að
að við erum alltaf að mæta okkur sjálfum og ég meina þegar í postulasögunni í Biblíunni, í Nýja testamentinu, að við lesum Pálsbréfin, þá sjáum við að Páll postuli sem skrifaði mörg bréf í Nýja testamentinu að rökræða við hina nýju postulana 12 sem voru 11 eftir að Júdas dó og síðan kom 12 í staðinn, annar í staðinn og hann var að rökræða við þá að hann vildi boða boðskapinn til fleira fólks og þeir sögðu nei, við viljum þetta ekki, við erum gyðingar og við viljum bara gyðinga og allir eru umskornir, það er okkar heilaga tákn en Páll hlustaði ekki á það sem betur fer og hann sagði verið velkomnir allir útlendingar, Grikkir eða Rómverjar eða hvað. Ég notaði hann sonur minn var grænmetisæta sín unglingsár og langt fram í þetta á fullorðinsárum. Og svo oft vesen að hafa grænmetisætu í mat. Ég notaði oft í einhverju bréfi Páls að það var hann að svara manni sem að spurja hvað ég að gera með að búið í mat til Jónínu og Sigga og þau voru með óhreint kjöt, ekki slátrað með eins og gyðingar vilja sér slátrað. Hvað ég að gera? Og þá svarar Páll að auðvitað lætur gestur sinna ráða, þú bara borðar matinn. Já. Það miklu mikilvægara heldur hvort að kjötið hafi verið slátrað rétt. Já. Þannig ég notaði þetta oft á son minn og segja hann að ef hann var í boði í mat, þá áttu bara að borða það sem er í matinn, ekki að vera að tala að þú sett grænmetisæta. Nota kristin gildi til eins og hjá Páli, sem er nú ekki alltaf, það fær nú ekki alltaf góð engu Páll. Nei, hann fær það ekki lesar, en mér finnst hann alveg frábær. Já, mér finnst það líka. Og Ég byrjaði að lesa mikið þegar allir voru að skammast út í hann. Það er góð leiðbyrning að menn skammast mikið út í einhvern, þá er eitthvað við í honum. Já, mér finnst hann alveg frábær. Hann er þetta sjálfur með sína innbyggðu fordóma og hann er bara maður síns tíma og hann er bara mannlegur. Eins og við all. Gerir fullt af mistökum. Og hann og líklega Jesú myndi segja ef að þau finnst vera ómikið að fordómum í samfélaginu, þá skaltu vinna á þínum eigin fordómum. Akkurat. Það er gott ef við myndum gera það. Já, það er gott við getum ekki alltaf losnað við fordóma í öðrum með því að lemja það hausinn með Biblíunni. Nei, algjörlega ekki. Og Páll bara, hann horfði til framtíðar, hann sá fram á að kirkjan myndi fá það margfalt í verðlaunað með því að fá fólk allstaðar frá og það er honum og hans útlensku fylgjendum Krist sem sagt að þakka að kristni breytist út til allra heimsorna. Þessi stórkostlegi markasmæður sem að Páll var. Já. Hann á eina mjög góða setningu, hann sagði reynið allt og haldið því sem gott er. Já. Það er mjög góð aðferð. Hann er rosalega sem er ákveðin svona fordómaleysi í þeirri setningu sem að ég vil benda á. Einmitt. Hann er rosalega skemmtilegur, mannlegur og maður getur tengt við hann á margan hátt sko. Maður sér að hann skiptur skoðanir og sem frægt var og skrifar til margra söfnaður alltaf að taka til samhengis og tíma En að því ég sagði, er þetta fyrsta brauðið þitt? Er þetta gott brauð að vera prestur innflytjenda? Að sjálfsögðu. Þetta var náttúrulega að vera prestur, búin að vera prestur í 2-3 ár áður en ég kom hingað og það að vera prestur tekur tíma að læra inn á það og mér var svolítið hent í djúpulegina í Vík í Mýrdal sem var alveg frábært því ég var bara einn og vissulega með fullt af góðu fólki í kringum mig sem voru sjálfboðaliðar í sóknarnefndum og svona en allt kirkjustarf og allar hugmyndir þurfti að koma frá mér ef kirkjan átti að gera eitthvað þá þurfti að koma frá mér og það var mjög góður skóli fyrir mig og ég horfi alltaf mjög eða hugsa alltaf mjög hlýtt til Víkur í Mýrdal og en að koma í þetta starf þar sem þú ert ekki með eiginlegan söfnuð eða við erum ekki með neitt prestakall við erum sérþjónustu prestar og við erum hluti af þessu sérþjónustu teymi þjóðkirkjunar sem eru prestar innflytjenda, prestar fatlara heyrnarlausra, prestar í fangelsi og prestar á sjúkrahúsi og við sinnum þessari sérþjónustu og í okkar tilfelli fer okkar þjónustu að miklu leyti á ensku okkar messur og guðþjónustur eru á ensku En samt eru við sjaldast að tala við fólk sem eru ensku sem ámál
Já, nákvæmlega, það er alveg rétt. Það er vegna þess að við erum með gott þýðingartæki eða svona AI sem þýðir tungumál fyrir okkur og það þýðir ekki íslensku yfir á þeirra tungumál því miður. Það þýðir enskuna og margir sem Þannig ég fylgst með á skjá Já. á mínu tungumáli. Já, sem sagt, við erum til dæmis með flesta frá Íran núna og þeir tala persnesku eða farsi og við erum með bara stóran skjá inn í messunni þar sem við tölum ensku og já, í rauninni þegar við erum að predika þá höfum við þetta þýðingartæki í gangi svo að fólki geti nú skilið inntakið. Við verðum að láta miðind og félaga redda betri greiði fyrir ykkur þannig að þið geti verið með messuna á íslensku og þýtt yfir á farsi. Þetta er svona, þetta er náttúrulega frýtt og kostar ekki mikil peninga þannig að og við erum bara með takmarka budget eins og mörg. Herðu, Árni, gaman að fá þig hingað. Það er með þessu mikilvæga mál. Takk fyrir mig. Og gangið vel í þínu starfi. Takk fyrir. En við ætlum að sitja hérna áfram við rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja hana heim. Næsti kafli er eftir augnablik. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.